Þverá í Eyjafirði, stundum nefnd Efri Þverá, ein af kostamestu jörðum sveitarinnar og heitir eftir ánni sem rennur í dálitlu gili fyrir sunnan bæinn. Á Þverá bjó Vígaglúmur, ein mesta hetja Íslendingasagna og af honum sérstök saga. Eftir hann sat á jörðinni Einar sem kallaði sig Þveræing og talið að hann hafi reist fyrstu kirkjuna á staðnum. Á 12. öld var stofnað klaustur af Benediktsreglu á Þverá og eftir það fékk staðurinn það nafn sem hann ber enn, Munkaþverá. Klaustrið stóð í tæp 400 ár og vitað er 27 ábóta á Þverá og varðveist hefur í Þjóðskjalasafni kirkjureikningur Munkaþverár klausturs. Hér hefur skrifarinn brugðið á leik og dregið upp mynd af manni sem vísar á næstu síðu aftur upp á hinum megin. Klaustrið auðgaðist mjög að jörðum og eignum og til eru margvísleg skjöl þar sem rekja má kaup og sölu jarða og hlunninda og eru innsigli í stað undirskrifta. Þá er til fjöl með merkilegum útskurði sem sýnir heilagan Georg drepa drekan ógurlega. Hún gæti verið frá klaustrinu og ber svipmót miðalda. Klaustrið mun hafa staðið fyrir sunnan kirkjuna og þar er minnisvarði Jón Arason Hólabiskup gerður á Guðmundi Einarssyni 1954. Munkaþverá í Eyjafirði er merkur sögustaður. Hér var sett klaustur árið 1155 og það stóð til siðaskipta 1550 og hér var einmitt Jón Arason í læri þegar hann var ungur maður. Jón Arason er talinn fæddur 1484 á kotbílinu Grýtu í nágrenni klaustursins en Einar móðurbróður hans var hér á bóti. Segir sagan að Jón hafi oft komið í klaustrið sem unglingur og munkarnir hafi gefið honum matarbeita og hér mun hann hafa lært lestur, skrift, söng og latínu. Jón Arason var snemma mikilsvirtur prestur og Hólabiskup var þann árið 1524 síðastur biskupa í kaþólskum sið. Annar minnisvarði er á þeim stað þar sem Jón Arason var hálshöggvinn í Skálholti ásamt tveimur sonum sínum. Og klukkuturnin á Hólum var reistur þegar 400 ár voru liðin frá dauða hans. Sagan segir að áður fyrr hafi legið göng frá klaustri til kirkju og þau hafa munkarnir farið til að syngja tíðir. Munkaþverár kirkja var byggð árið 1844 og sá Þorsteinn Daníelsson á skipalóni smíðina eins og víðar en hann var annálaður smiður. Var þetta fyrsta kirkjan í sýslunum með turni og vakti mikla athygli. Daníelsson var með fyrstu mönnum til að ganga þannig frá húsum að þau fykju ekki sem hlýtur að telja stór kostur. Munkaþverár kirkja var nýlega endurbyggð algjörlega þegar ytra og hefur nú fengið aftur sitt upprunalega svarta útlit. Hún er stórglæsilegur fulltrúi sinna kynslóðar og mikið augnayndi. Umsjón með verkinu hafði Stefán Örn Stefánsson arkitekt. Kirkjugarðurinn hefur verið stækkaður og sléttaður. Í elsta hluta garðsins er Sturlungareitur og þar eiga hvíla Sighvatur Sturluson og synir hans 4 sem féllu í Örlygsstaðabardaga 1238. Árið 1429 brunnu kirkjan og klaustrið á Munkaþverá til kaldra kola og allt fémætt. Er talið að þar hafi farið forgörðum mikið safn, bréfa og bóka. Munkaþverár kirkja var vígð sumarið 1844. Hún hlýtur að hafa þótt stór í þá daga því hún rúmar hátt í 200 manns í sæti. Hún á margt ágætra gripa en eflaust er það fátæklegt í samanburði við auð klaustursins í kaþólskum sið. Haukur Stefánsson málaði kirkjuna að innan og skreytti í tilefni 100 ára afmælisins 1944 og er það allmikið verk og hann málaði einnig myndir á predikunarstól.
En sólargeislarnir mála líka sínar myndir á kirkjugólfið. Altaristaflan er einnig eftir Hauk Stefánsson frá 1944. Athygli vekur þess skrautlega málverk hans á lofti kirkjunnar sem er í regnbogalitum, rautt í mænin og blátt neðst. Ekki mun þetta vera upprunalegt útlit kirkjunnar og þykir ýmsum býsna rómantískt nú á dögum. Önnur altaristafla hangir á norðurvegg og er dönsk eftirmynd af gömlu útlendu málverki af upprísunni. Rendur skírnarsár mun vera úr Akureyrakirkju. Munkaþverárkirkja átti áður forkunnarfagra alabastusbrík frá 15. öld sem fór úr landi og hangir nú uppi í forngripasafninu í Kaupmannahöfn. Söngloft er í vesturhluta kirkjunnar og þaðan sést vel yfir kirkjuna og skrautlega máluð skarðsúðin. Klaustrin voru mikil mennta- og fræðasetur og margir ábótar og munkaþverá voru mætir menn. Einn þeirra, Eyjólfur Brandsson, sem uppi var miðja 13. öld, var mikill friðarstillir á róstursamri tíð. Og á 14. öld var hér ábóti Bergur Sokkason sem setti saman margar sögur helgra manna með mikilli snilld. Klukkan í turninum kallar ekki lengur munkana á þverá til tíða og ekki heldur Jón Arason, svangan skólapilt sem átti eftir að verða valdamikill biskup og falla svo fyrir kóngsins mekt. Munkaþverárkirkja er ein af 6 kirkjum í prestakallinu en engin þeirra er þó á pressetri heldur situr sóknarpresturinn á Laugalandi. Þar er félagsheimili, skólar og sundlaug enda jarðhiti mikill. Og frá Laugalandi þjónar presturinn þessum 6 kirkjum og eru þær bæði ólíkar og hver annari merkari fyrir margar hluta sakir. Í Saurbæ er ein af örfáum torfkirkjum á landinu frá 1858. Á frægðarsetrinu Möðruvöllum er falleg timburkirkja frá 1848 nýlega endurgerð. Á stórbýlinu Grund er hinn glæsilega kirkja Magnúsar Sigurðssonar frá árinu 1905 og á Hólum er snotur timburkirkja frá 1853. Yngsta kirkjan í sókninni er svo á Kauphangi, rétt hjá Akureyri, en það er steinkirkja byggð árið 1922. Allar eru þessar kirkjur góðir fulltrúar íslenskra byggingalistar síns tíma og hver þeirra býr yfir sínum sérstaka þokka. Kirkjurnar eru miðpunktur sveitanna og þær eru þögult vitnið að lífsbaráttu fólksins, hér markast áfangar lífsins, skírn, ferming, gifting og hér hvíla kynslóðirnar að loknu ævistarfi. Því hefur verið haldið fram í þessum þáttum að það sé hollur og góður siður þegar ekið er landið á leifturhraða að staldra stundum við eitt andartak og líta inn í sveitakirkju sér til sálubótar. Þær geyma gjarnan þau fáu listaverk sem varðveist hafa frá gamalli tíð, þær geyma sögu kynslóðanna á máðum grafskriftum
og þegar skarkali heimsins víkur og grant hlustað, má ef til vill heyra tímans þunga nið.